Þú ert að hlusta á Esekíel úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Eggert Kåber. Esekíel er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Esekíel, 1. kafli. Á 5. degi 4. mánaðar á 30. árinu, þegar ég dvaldist á meðal útlagana við Kebarfljót, opnaðist himinin og ég sá guðdómlegar sýnir. Á 5. degi mánaðarins, þar að segja á 5. ári eftir að Jójakín konungur hafði verið rekinn í útlegð, kom orð drottins til Esekíels Búsíssonar prests í landi Kaldea við Kebarfljót, og þar kom hönd drottins yfir hann. Þá sá ég hvassviðri koma úr norðri, mikið ský og eldglæringar. Það lék ljómi og úr honum miðjum leiftraði sem af hvítakulli. Úr ljómanum miðjum birtist eitthvað sem líktist 4 lifandi verum. Þannig litu þær út. Á þeim var mannsmynd, en hver þeirra hafði 4 andlit og 4 vængi. Fótleggir þeirra voru beinir og iljarnar eins og kálfsklaufir og þeir ljómuðu eins og fægður eyr. Þær höfðu mannshendur undir vængjum sínum á allar 4 hliðar. Allar 4 höfðu andlit og vængi. Og snertu vængi þeirra hver annan og andlit þeirra sneru beint fram þegar þær gengu beint af augum. Andlit þeirra litu þannig út. Þær höfðu mannsandlit sem sneri fram á öllum 4, allar 4 höfðu ljónsandlit hægra megin og allar 4 nautsandlit vinstra megin. Og allar 4 höfðu þær arnarandlit sem sneri aftur. Vængir þeirra voru þandir upp á við. Hver þeirra hafði 2 vængi sem snertust og 2 vængi sem huldu líkama þeirra. Hver sig gekk beint af augum. Þar gengu þangað sem andinn vildi að þær gengju og sneru sér ekki við á göngu sinni. Verurnar voru á að líta sem blossandi kolaglóð og myndu á kyndla og gengu leiftur á milli veranna, leiftrandi blossar. Verurnar hlupu fram og aftur, líkastar eldingarleiftrum. Sample complete. Ready to continue?